Bókin 10 skilaboð að skapa öryggi úr óvissu komin í sölu í öllum helstu verslunum og á beggiólas.com. Ég trúi innilega að þú verður líklegri til að yfirstíga þínar áskoranir og fara snar þínum markmiðum með því að lesa bókina. Ég vona að lesturinn verði þess virði. Takk kærlega fyrir stuðningin. Gangi ykkur vel. 24/7 spurningaspilið sem stuðlar að innihaldsríkum samræðum komið í sölu á beggiólas.com. Spilið fyrir alla sem vilja kynna sjálfum sér og öðrum einslíkum í sínu lífi betur. Spilið frábært fyrir sambönd, vinahópin, fjölskylduna, starfshópin við alls konar tilefni. Ég hef spilað 24/7 með fjölbreyttum hópum undir fjölbreyttum aðstæðum og það vekur alltaf jafn mikla lukku. Ég hvet alla til að fara inn á beggiólas.com og næla sér í inntak. Skipta skoðanir mínir einhvern mál. Mér finnst það svo ótrúlega mikilvægt. Legðu þitt á mörgum til að gera heiminn að betri stað. Er þetta eitthvað sem Arnór Sveinn Aðalsteinsson. Já, leikmaður KR í knattspyrnu. Mikill hugsuður, heilsupervert, grunn í heimspeki og tugum þúsunda í menntun fyrir utan kannski skóla eða í þínum eigin áhugasviðum og örugglega búin að tala og lesa og skrifa í þó nokkuð mikið tíma og búin að pæla í mörgum hlutum og síðast ekki síst bara mjög góður vinur minn og það er mjög gaman að fá þig, hann er velkomin 24/7. Takk fyrir Beggi og takk fyrir að bjóða mér og mikil heiður. Mér fannst þegar ég var að byrja þáttina því við náttúrulega vorum byrjum svona frekar snemma í podcastleiknum saman hann á sín tíma með millivegin og náttúrulega fólk talaði ennþá mann í dag Sælla minningar sem var ótrúlega skemmtilegt ferli og það er svona vill ég bara að við byrjum á botnaði þetta, millivegurinn Hann er svona einhver eilíf leit held ég Þetta er náttúrulega fólk hlægir ennþá í dag að okkur að hafa verið með podcast í millivegurinn og vorum einhvern veginn ekki alveg svona, hvað ég segja, oft svona kendi við öfgar, en ég held að þetta hafi verið svolítið bara, rétt nafn á þætti vegna þess að millivegurinn einhvers konar leit og ef maður fer bara út í þessar djúpu heimspekipælingar og þessar svona siðferðiskenningar eins og Aristóteles, hann talar milliveginn og þetta er miklu flóknara orð heldur en eitthvað milliveginn að fara eitthvað mitt á milli, þetta er svona svolítið svona þroskaferli, sjá hvert þú, sjá svona hvaða ákvarðanir þú tekur í hver aðstæða fyrir sig og það er svona fyrir mitt leyti svona ákveðin millivegur og það er svona hvernig átt að lifa hinu góða lífi bara taka ákvörðun í hver aðstæða fyrir sig og það er svo gríðarlega einföldun að segja og fara á milliveginn en ef þú pælir í því þá er rosalega dýft á bakvið þann frasa það er rosalega dýft á bakvið það að skoða eitthvað sem þú gerðir og hugsaði samingi gerði ég rétt og það er svona oft hægt að segja maður á að fara á milliveginn en það er rosa dýft á bakvið það fyrst mér Algjörlega og ég er svo sammála með að maður mun aldrei reyna að finna þetta jafnveg að finna hann að milliveginn mun aldrei finna það en ég held þessi dans sem þú talum þessi glíma við að þú skoða sjálf sig í einhverjum aðstæðum tekur einhver ákvörðun að gera eitthvað, ok, þetta var rétt ákvörðun, gerir meira henni, ok, ég hefði viljað taka einhverja aðra ákvörðun í þessum aðstæðum, ok, næsti fyrir þessar aðstæður, þá get ég reynt að gera réttar ákvörðun. Akkurat. Sinni er þessi bara einhver svona hringur sem heldur áfram út lífið, Já, og þetta er svona þessi pæling sem er verið svolítið að ýta áfram núna, svona að taka, ábyrgð og allt þetta, en það þýðir það að þú ert í raun alltaf orðin þroskaðri með hverri ákvörðunni sama þú hefur tekið ranga ákvörðunni innan gæsalappa þá er ferlið þannig gert að þú ert orðin þroskaðri þegar þú tekur sér næstu ákvörðun og það finnst mér í rauninni nálgunin það er ekki einhvern veginn að gera allt rétt það er að pæla í því sem þú gerir og taka ákvarðanir svo eða kannski gera upp við ok að því að oft fær maður bara eitthvað í magan eftir að maður hefur gert eitthvað bara þetta var ekki rétt þetta er ekkit alvarlegur hlutur endilega en þú færð kannski eitthvað svona ég er ekki alveg nóg sáttu við þetta og það þýðir ekki að þú sért vondumaður það þýðir ekki að þú sért búin að klúðra hlutunum eða komin á ranga braut það þýðir bara það að þú tókst ákvörðun og þú
varst kannski ekki sáttu við hana og svo ertu orðin þroskar í næsta ákvörðun sem þú tekur og það svolítið svona þessi svona þroskavegferð, millivegs pælingarnar að þú ert alltaf að taka skref eða þess að taka ákvarðanir frá aðeins svona upplýstari palli eða eitthvað slíkt sko. Mér finnst að vera svolítið bara svona orðið sem komið upp bara meðvitund ábyrgð sko og það eitthvað sá hringrás sko. Alltaf meðvitund ábyrgð. Akkurat. Það sé svona, en sko af því að ég hef oft sagt við þig að við erum átt til að fara í, við förum bara allir, ég ætla ekki að segja þessi öfka, við förum bara all in í sem við förum í og erum svo sem bara hefum verið þannig karakterar. En það sem ég sko, að því ég hef sagt þið ofta, ég hef oft lært sömu hlutina og þú hefur lært nokkrum áður en ég læri það fullkomlega, skilur. Þá finnst mér alltaf gaman þegar þau tökur spjallinu og ég næði að ræða það við því, að ég veit að þú tengir bara 100%. Einmitt, og öfugt. Og öfugt, já. Og mér er svo heillandi sko, varandi þig, fyrst alltaf að spyrja, mér finnst heillandi við þig, varandi það, hversu ólinn þú færir hlutina og síðan ertu tilbúin til að skoða meðörugglega meðvitund ábyrgð, bara þetta rétt, get ég farið einhverja aðalega, breyttum skoðun á einhverju, hvort sem mataræði, lifnaðarháttur, trú og allt þar fram eftir götunum. Mér finnst það svo heillandi því, en það sem ég ætlaði að spyrja þarf maður ekki að fara ólinn í eitthvað, til að geta lært að vera ekki ólinn? Ég myndi alltaf segja jú við því, vegna þess að ef þú gerir eitthvað með hálfkáki þá ertu ekki að gefa því sem þú ert að gera nóg mikið sens. Þú ert að þú einhvern veginn, ef þú gerir eitthvað með hangandi hendi þá segir það svolítið sjálf, þú ert ekki að taka allt úr þessum hlut sem þú ert að gera með því að gera það með því hugafæri. Þannig að ef þú ferð, eins og segir all in, ef þú ferð bara og gefur þið allan í eitthvað verkefni þá verður það svo miklu skýrara hvað þið líkar við og hvað ekki. Vegna þess að þetta ekki svona einfalt eins og sko ef þú tekur að þér eitthvað verkefni verkefni sem slíkt innan þess eru svo margir þættir og ef þú ferð all inn í verkefnið þá sérðu kannski, mér finnst gaman að skipuleggja eða mér finnst gaman að presentera eða mér finnst gaman að vinna með fólki eða að því að innan verkefnis eru kannski rosa margir þættir og ef þú ferð alla leið inn í verkefnið þá sérðu líka skýrar hvaða þættir nákvæmlega þú fílar og ef þú sérð það þá getur þú líka farið að velja þér verkefni sem kannski sem að eru innihalda meira af þessum hlutum sem að þú fílar eða sem að þið svona kalla á þig og að því að verkefni eru sjaldnast sko bara eitthvað sem er skemmtilegt en þú verður að gera það alla leið til þess að vita svona hvað kallar virkilega á þig og þá einhver leiti skýrist brautin þessi brautin sem ég langar að fara í hvað átt viltu fara, hvaða verkefni viltu taka þér hvaða verkefni hefur þá svona kjark til að segja nei við þó þau kannski líta út fyrir að vera kannski eru með þess að arbæðir eða þú fær mikið pening eitthvað slíkt en þú hefur kannski kjark til að segja nei við vegna þess að þú veist nákvæmlega hvaða braut þú vilt fara á og ég held að þessi braut skýrist rosa mikið þegar að þú gefur allan í verkefnið og að því sögðu ég meina ég hef gert fullt af verkefni með hangandi hendi skilur, maður hefur frestað hlutum og maður er bara í sinni eigin glímu en ef maður er meðvitaður að þú verður að gefa verkefninu og gefa því sem þú ert að gera alla þín athygli og allan þinn kraft það er svona svolítið lykilatriði ekki endilega að maður nái því alltaf veist hvað við Algjörlega og alveg sammála því og líka sko maður verður að verða eitthvað líka til þess að láta eitthvað deyja við sjálf og sér líka fattar þú hvert ég er að fara? Já. Þannig að maður verður að hafa upplifað eitthvað, fara all-in í eitthvað og síðan er ekki komið tímapunktur sem er komið aukinn þroska eitthvað saman og þá getur látið þannig eiginlega deyja við þig. Akkurat og það var eitt kvót sem ég man nú ekki nákvæmlega hvernig var orðað en það var sko þú þarft sko að hugsa þig í gegnum hlutina til þess að geta látið sko hugsanina deyja frekar en þið sjálfan og ég skil það svolítið þannig og þetta er svona partur af þess sem við erum að tala um að ígrunda ákvarðanir og svona þú gerir eitthvað þú ert að pæla í af hverju þú vilt gera eitthvað eða gera ekki eitthvað að
þessi ígrundun í rauninni til þess að sekta svolítið út það sem þú vilt ekki og komandi inn á það að gera hlutina svona gefa þig allan í hlutina þá er svo miklu auðveldara að sekta út svona hlutina sem þú vilt ekki bæði sem þú vilt ekki gera eða hugafar sem þú vilt ekki tengja þig við eða bara hvað svo sem þá getur nær að sekta það svolítið svona frá Algjörlega. Hvaða bók átt mest áhrif á þig og hvað lærir af henni? Að koma svona bækur upp í hugan sem að ég er búin að lesa nýlega. Ég ætla bara að segja örugglega Eckhart Tolle, Power of Now. Það er svona smá saga, sko. Ég, liðsfélagi minn var að lesa þessa bók fyrir 10-15 ára síðan og var alltaf að segja mig frá henni. Og hún einhvern veginn fór svona í undirmeðvitund og ég ætlaði alltaf að lesa hana og svo bara fyrir ekki svo löngu síðan þá ákvaði ég að hlusta á hana, ég las hana ekki, hlusta á hana og mér fannst svona einhvern veginn þetta er svona þessar núvitundapælingar og ég held að þú þetta er svolítið svona, hefur lesið bókina? Já, þetta er svona ég í einhverjum hroka hélt bara þetta er bara, er þetta ekki bara núvitund eða er þetta ekki bara þessi pæling sem maður kann og þekkir og svo einhvern veginn datt hún bara inn á Storytel svona feedið mitt og ég ákvað bara hlusta á hana og hún hafði svona rosalega mikil áhrif á mig af því að þetta dýfkaði svo mikið svona þetta bæði mótiveraði mig rosalega mikið í þessum núvitundarpælingum og svo var svo mikil dýft á bakvið hugmyndunar þannig að hún hafði alveg rosalega mikil áhrif á mig sko. Ég held að ég segi bara The Power of Now en alltaf þegar ég spurði á svona spurningum þá blakkaði alltaf út bara maður ekki neitt sem ég las sko. Nei, það sem ég lærði að Power of Now var einhvern veginn að verða þessi þögli í áhrifandi sko. Já. Að ná að vera svo sem fylgist með hugsunum sinum. Já. Grípa sér þar sko. Og það sem hún gaf mér líka var bara, hún gaf mér rosalega svona frið. Já. Ég hugsaði bara, já, ok, ég hef tólin alltaf til taks fyrir mig til þess að sætta mig við hlutina. Og ég man alltaf þegar ég hlusta á hana og þegar ég var að hlusta þá leið mér rosalega vel. Hann alltaf með svona rosalega, hann les bókina sjálfur sko og hann Eckhart Tolle og hann er með svona rosalega rólegt yfirbræð sko og svona rosa róandi að hlusta á hann þannig að ég man bara hvað hún gaf mér mikið svona ég ætla bara að segja hún gaf mér svona mikið innblástur bara þetta er allt hér þetta er allt bara þú ert með tólin hjá þér í bara öllum stundum sko þannig ég held ég segi hún og svo er ég svo er ég núna aðeins að ég er að hlusta á Lord of the Rings líka Já og ég er svona skiptaði milli að hlusta og það, þegar ég hjóla þá hlusta ég og og svo reyni ég að lesa líka náttúrulega og er að lesa var að klára Da Vinci Code svolítið seinna á vagnin þar er að lesa svolítið svona skáldskap líka og er að skoða ævintýri og sögur og boðskap og svoleiðis þannig að ég er svona að vera að skoða það líka það er mikið sæðis en svona að kannski ósangett að segja að því ég er að hugsa núna að því að klárlega bóki sem ég har haft mest áhrif á mig er Biblían og ég svona byrjaði að glugga í hana fyrir mörgum árum síðan og hef ekkert klárað að lesa hana þú veist en þetta er ekkert endilega bók heldur til að klára sko en hún hafði rosalega áhrif á mig og á mína trúarvegferð og svona mín trúarvegferð sem barn sem var svona bara trúað barn og yfir í mjög trúlausan unga mann yfir í rauninni mjög trúaðan mann í dag og það var nokkri þættir sem spiluðu þar stórt hlutverk og einn hluturinn var að opna biblíuna með svona ákveðinu auðmýkt hana að skoða hana í réttu samhengi myndi ég segja vegna þess að ég gerði það ekki áður og samhengi er bara það að þetta er bók sem hefur staðist tímans tönn skilur, þetta er bók sem er bara mörg þúsund ára gömul bókin sem slík er
nokkuð 1000 ára gömul en sögurnar eru jafnvel og eru alveg örugglega miklu eldri og bara fjöldinn allur af fólki sem að einhvern veginn að krefja þessa bók stanslaust og bara þessi áhrif sem hún hefur haft á heiminn og hugmyndirnar okkar og samfélögin okkar og hvernig við byggjum upp okkar grunn vestrænu samfélag á þessum hugmyndum að skoða biblíun í því samhengi það opnaði augum í mikið þannig að ég sko já, það er þá klárlega biblían sem að ég myndi segja bókin sem ég átt mest áhrif á. Já, við ræddum þetta aðeins á sín tíma og var þetta rauninni bara svona sögur sem að staðist tímantönn og einlegin til að fara upplýsingar var ekki sögur og þetta einhverja sögur sem að mér skilst að hafa eitthvað sameiginlegt mynstur en síðan það háð, þú veist, túlkandanum hvað hann túlkar og hverju sögu fyrir sig það ekki. Jú. Það er svolítið þannig einhvern veginn þú lítur á biblíuna. Það er klárlega þannig sem ég líti á biblíuna þess að túlkun hvers og eins þess að þetta er einhver leiti tengt við vegferðina sem við erum að tala og þroskaferlið það er svolítið mín hugmynd á lífið þar að segja að þú berð ábyrgð á þinni vegferð og þar að lendi þarft þú að lesa biblíuna eða skilur þú þarft að lesa sögurnar og túlka það úr þeim sem að þú telur vera rétt og ég er ekki að tala þetta út frá einhvers konar afstæðishyggju þar að segja allt getur verið rétt en ég er meira að tala þetta út frá þessu svona mikilvægi þess að hver og einn sé svolítið svona hvað ég segja, frjáls til þess að taka afstöðu bara ég ætla að taka hérna afstöðu, ég ætla að fara til hægri að það er rétt mér finnst að vera rétt og það er svolítið svona þú þarft að skoða biblíusögurnar eða trúarritin þetta er náttúrulega ekki bara biblían það er trúarrit, skilur við erum að tala fjöldan allar á trúarritum sem er gaman að skoða austurlensku fræðin eru mjög spennandi og skemmtileg fyrst mér og ég teki heilan hellingu úr til með buddhismanum og svona líka en að skoða þessar sögur í samhengi við einhvern veginn þinn raunveruleika, við getum orðað þannig og túlka boðskapinn eins og þú telur að hann sé réttur. Hvernig breyttist þetta? Hvernig varstu trúleysingi og síðan allt í nú varstu bara mjög trúar? Ég vil meina að ég hafi aldrei verið trúleysingi af því að ég hélt það bara mér fannst þetta svolítið órökrétt þegar ég var ungur sko. Það var alltaf bara þá var alltaf að horfa á sögurnar sem svona eins og bara það getur enginn labbað á vatni eitthvað svona Guð skapaði ekki heiminn skilur, það var bara Big Bang og þetta var einhvern veginn svona staðreindarlega séð rangt og ég einhvern veginn horfði svolítið á þetta þannig og svo fer ég mitt háskólanám á þannig, ég fór í viðskiptafræði sem var svona einhver litið smá rökrétt framhald af því sem ég var að gera og ég fór byrjaði í hagfræði og svona kóðuna svolítið niður þar, fæði námsleiða og svona veit ekki alveg hvað ég vil gera, enda á að klára viðskiptafræðina og svo nokkrum mánuðum seinna þá fer ég í heimspeki og þar hún á hug minn allan sko og þar fattaði ég þar fór ég að tengja hugmyndir svolítið saman og svo svona gerist það hægt og bítandi að ég fer að tengja hugmyndir saman og fer að skoða og maður er alltaf að leita einhverjum tilgangi og taka afstöðu og reyna að fara í rétta átt og taka þroskabrautina og eitthvað svoleiðis og svo einhvern veginn þegar ég var komin svona nógu langt áfram þá var það í rauninni bara það sem trú er að því að trú að mínu viti er ekkert annað en von að eitthvað sé betra að von og í rauninni afstaða að stefna upp á við, skilur, stefna í átt að Guði eða hvernig svo sem orða að stefna í átt að einhverju sem er betra og það er eina rétta svarið við lífinu fyrst mér að því að þú getur stemt niður, skilur, þú getur stemt þú getur stemt á það er mjög auðvelt að hugsa sér sitt eigið líf þar sem þú ert í verri aðstöðum þú ert í núna
og ef maður tekur þá hugsun allar leið þá getur þú bara endað á einhverjum botni og svo líka auðvelt að hugsa sér líf þar sem þú getur stemt í hináttina skilur og það ekkert annað en trú það þess að trú á að það skipti máli að þú lifi betra lífi en verra skilur og trú á að þú getur skapa betra umhverfi fyrir þig og þína skilur og börnin og börnin svolítið skýrtæmi vegna þess að þau eru börnin þín og þú ber rosalega mikla ábyrgð á þeim og ert náttúrulega alveg upp að skapa gott umhverfi fyrir þau og ef maður skoðar þetta í víðara samhengi að skapa betri samfélag, að skapa betri í rauninni koma betur til dyrana til allra sem þú umgengst sko. Það trú og þannig fór ég að tengja svona trúna sko. Af því að maður getur með þetta valið bara að miðja átt að helviti bara nota fjandvonsku gremju þú veist og allar þessar mannvonsku og allt þetta bara, og miða á þá og sé það vondaði fólki og sé það vondaði til Akkurat en getur maður ákveðið að ég ætla þrátt fyrir bara þjáningu sem lífið þá bara ákveðið að miða upp Einmitt. Ákveða að sjá það besta að ég fari á fólki og ég ákveða að reyna að gera mína ekki bara reyna að gera mína tilveru betri fyrir mig sjálfan og fyrir fólki í kringum og fyrir samfélag og fyrir heiminn Akkurat Það trú og það eitthvað sem maður getur ákveðið skilurðu Það eitthvað sem maður getur ákveðið og þetta mjög einhver leyti mjög einföld hugmynd en gríðarlega flókin og erfið í framkvæmd Já. En að því að hún það þá megum við ekki gefast upp sko, að því að þú veist, þetta líka alls konar lítil atrið það sem og þetta tengist nákvæmlega bara því sem ég var að segja eins og með þroskaferli sko. Og þú lendir í einhver aðstöðu og þú verður bitur og og þú svona ákveður að svona láta biturina í ljós svo eftir að þá bara þetta var ekki rétt viðbröð það í rauninni þú veist trúin kennir að vera ekki bitur eða skilur, hún Biblían segir þú veist, sjáðu þig góða í hinum skilur, ekki vera bitur ekki, gefðu fólki svolítið svona benefit of the doubt skilur, gefðu þeim þú veist, ekki hugsa að þau voru að gera eitthvað að mannvonsku og það svolítið svona, finnst mér þessar litlu hugmyndir sem eru í, litlu hugmyndir þetta eru risa hugmyndir, en allar þessar hugmyndir, veist, ekki taka afstöðu í átt að helvíti Mér finnst það svo áhugaverð pæling sko þú veist eins og bara því ef þú lítur á bara, ég myndi líta á þig núna bara sem manneskja sem að fara að svíkja mig auðvitað myndi ég reyna að taka eftir þá bara öllum eiginleikum sem eru dimmir við þig að öll mistöki sem hún gerir skilur, staðin fyrir að ég líta því bara sem manneskja sem ég sé ljósi og tristi þá tek ég náttúrulega eftir miklu öllum þessum góðu eiginleikum sem eru hvort maður ekki með marga dimmanlegar á en þú veist, ég er bara að tala bara almennt í lífinu af því ég hef á tímabila sem ég tók eina manneskja sem ég sá bara dimma skilur, það var bara verri leið til að lifa lífinu að mínum mati bara að sjá ljósi og ganga út úr því að sé besta á bakvið hegðun allra algjörlega og síðan bara að ég sé nógu hugrækur til að díla við það er ekki svo leið skilur en mér finnst það bara betur leið til að lifa lífinu sko. það algjörlega og aftur að sko Aristóteles og milliveginum og þessum ákvörunum að sko að reyna að finna í rétta þú veist eins og að sjá þig góða í fólki þú veist, þú getur ákveð að gera það og svo getur þú líka að láti fólk misnota þig skilur og láti fólk ganga yfir þig og það er náttúrulega við erum ekki að tala, ég er ekki að tala nei. Og það einmitt þessi ákvörðun sem þú ert að taka að sjá þig góða í fólki upp að því marki að fólk gangi ekki yfir þig hægt að orða þetta einhvern veginn þannig og það svona, þá tengi ég saman og ég meina trúin að einhverju leyti nátengt grísku heimspekingunum og þessum dygða kristni í rauninni dygðasiðfræði sko, þannig að þú ert að reyna að vera dygðu manneskja og breyta rétt og Biblían og kristni í rauninni byggð á dygðasiðfræði sem stóra siðferðiskenning Aristótelesar og eina af þessum 3 stóru siðferðiskenningum innan heimspekinnar sem að ég hef svo mikið áhuga á vegna þess að hún tengist sko góðum venjum en það algjörlega rétt að bara að það betri leið að lifa í lífinu eins og segir að horfa á því góða fólki heldur en því vonda en síðan að geta
verið meðvitaðar og tekið ábyrgð á því að þegar fólk að kannski bara nýta sér af allt yfir þig, þá að vera ákveðinn og hætta sér djúfis meðvirkni og allt þetta, sko. Akkurat, og þarna kemur kannski að orðið sem að líka, ég hef svolítið áhuga á þessari meðvirkni og ég hugsaði mann í samhengi við uppeldi vegna þess að hérna, þú getur séð góða í fólki og þú getur verið einhvern veginn með svona, ég ætla ekki að segja skilyrðislausan stuðning af því að en þú styður mannesku í sinni vegferð án þess að vera meðvirkur veist hvað við og það er uppeldi vegna þess að þú ert alltaf að beina börnunum í átt að einhvers konar þú ert að reyna að gefa þeim bestu hugmyndunar í lífið sko það er að reyna að setja á rétta braut en ef barnið þitt er að fara að gera eitthvað sem þú telur vera rangt fara í þriðja ísinn sama kvöldi þá segir ég hérna nei, nú við komin yfir millivegin sko af því að þú segir bara já, viltu ís? Bara já, viltu annan ís? Þá ertu komin í meðvirkni og þú ferð í einhvers konar alvarlegri mál þá getur orðið meðvirkur með einhverjum mannesku sem þú ert í rauninni heldur í góðmennskuðinni og sért að styðja en þú ert í rauninni bara ítinni á einhverja braut sem að kannski hægt að segja ranga braut en það er þín ábyrgð að gera það ekki eins og er svo skýrt með börnin af því það er þín ábyrgð að stýra börnunum í rétt átt vegna þess að þau eru bara, þau vita ekkert þau fara frá því að vita ekkert yfir það að þroskast og verða að einhverjum manneskjum sem taka ákvarðanir og þú þarft að gefa þeim bestu hugmyndirnar ekki gefa þeim lélu hugmyndirnar gefa þeim bestu hugmyndirnar Mér finnst áhverð, sko, þú sagði það að kannski mun þá að styðja einhvern og vera meðvirkur, sko. Er það þá ekki það háð væntanlega útkomin eða hvað afleiðingum það hefur? Jú, sennilega, sko. Og ég svona oft þegar ég að tala þessa hluti, þá ég ofta að tala við sjálf á mig, sko. Ég ofta að tala við, sko, hérna, eins og þegar ég að tala trúarpælingarna, þá alltaf að tala við ungan Arnór Svein, sko. Og eins og ég að tala meðvirkni, þú veist, ég klálega að tala við sjálf á mig vegna þess að ég oft meðvirkur. Og hérna en jú, ætli að sé ekki hérna maður er væntanlega að horfa á einhvers konar útkomu veist, maður er að horfa á hérna en ég held samt að maður megi ekki alveg horfa of mikið á útkomuna ég held sko að því að ef maður tengir þetta við siðfræðina sko og dauðasiðfræðin sem ég er að tala svolítið mikið er hérna það er bara hegðun er rétt eða röng í eðli sínu sko það er bara það sem Aristóteles segir þú bara ég kem bara ef við tökum mjög einfalt dæmi ég hitti þig og það er bara rétt að heilsa þér og þú veist og gefa að mér og bara þú veist hérna en það er rangt að heilsa þér ekki það er ekki endilega út á útkominni sko það er bara út af því að það er rétt og það er fullt af fólki sem er ósammála þessari hugmynd og ósammála mér í þessu en ég sé ekki aðra lausn vegna þess að ef þú ert alltaf að skoða útkomuna þá ertu komin út í svona leiksloka siðfræði sem snýr að það sem er siðferðislega rétt er það sem hefur mestan heildar ábata fyrir fjöldan og það er John Stuart Mill, einn af mínum uppáhaldsheimspekingum er með það sem kallast hérna leiksloka siðfræði eða nytjastefnan sem snýr í rauninni bara á að skoða hvert að gefa til góðgerðarmála er rétt vegna þess að það gerir heiminn að betri stað eða þess að aksjónið eða hegðunin að gefa veldur því að fólk verður betra það verður til betri heimur eða eitthvað slíkt en Aristóteles myndi segja nei vegna þess að það er rétt að gefa en bara nóg það er bara nóg og ástæðan fyrir að segja þetta er og við erum að tala um þetta í samhengi við meðvirkni og niðurstöðu í rauninni að ég held að það sé svolítið hættulegur vegur að feta að skoða niðurstöðu af því að þú veist ekki niðurstöðu fyrirfram það er auðvelt að sjá niðurstöðu fyrirfram í einhverjum mjög einföldum hlutum en það er samt í rauninni ekkert mjög auðvelt að þú pælir í því það er ekki ég held að sé allavega óæskileg leið að líta á lífið að skoða alltaf hver verður niðurstaðan
ég held að sé einhver liti ekki praktíst. Nei, mér finnst það mjög áhært. Ég átti bara samtala einn mjög góðan vinn Kári í prófessorinn HÍ, vorum að pæla í þessu, því ég vorum að tala um heiðarleika og segja sannleikann og ég bara, það bara imprentað í mig, þessi kom einhver svona siðferðisleg mál, eins og ég mann því fekk Þorkill Mánaðinn í podcastinu, hann sagði bara Sam Harris í bókinni Lying, hann segir bara að þú ert í Auschwitz og þú ert bara að fela gyðingan og hann kemur einhver og bankar upp á og hver eru gyðingan, já þeir eru bara hérna niðri og þá var svona að byrju, ok ég reyna að fylgja dygðunum og fylgja mínum gildum, hann verður bara að segja sannleikann óháð útkomunni, en sem ef ég hugsa út og þetta er extreme dæmi, ég veit það, en ég er að hugsa útkomuna þá hugsalega verður það gert að verkum að, þú veist, gyðingarnir myndu bara deyja, skilur Einmitt. En siðfræðin og siðfræði er svo skemmtileg og þetta er uppfullað þessum öfgadæmum til þess að reyna að sýna fram á hugmyndina sko. En ég hrifnar af því að þú ert með ákveðin gildi að hann digði því sem hún fylgir og þú stendur við það óháð útkominni af því að þú með þess að góða punktur er því að það er ekki hægt að spá hver útkoma verður og oftast eru búin að túlka einhverja allt fyrir þessu útkomi heldur en raunverulega verður sko. Einmitt. Og líka sko ef þú tekur dæmi með gyðingana því að þetta er heldur dæmi sem er tekið innan siðfræðinar hjá Kant minni mig en allavega að þá sko myndur þú fela gyðingana fyrir að fyrsta eða þess að sannleikann wow, það er twist maður, plot twist en þá myndur þú kannski þú veist að við erum alltaf að ranka og þetta er önnur pæling sko en það er góð manneskja, þá myndur þú væntanlega akkurat, já. Og þá ertu í rauninni að sko ranka eða þess að þú ert að setja hugmyndar í einhvers konar píramída og þú getur hugsað svolítið í samhengi við að neðsti hluti píramídans er hugmyndin sem er best sem að virkar í langflestum mögulegum aðstæðum og mögulega öllum mögulegum aðstæðum og ofan á það fara hinar minni hugmyndar og við þurfum að gjöra svo vel að setja bestu hugmyndina neðst þegar við erum að lifa okkar lífi vegna þess að maður tekur ofta eftir því hjá sjálfum sér og hjá fólki að í mörgum aðstæðum þá er neðsta hugmyndin ekki nógu góð og ef að þú setur ég myndi setja sannleikann rosalega neðarlega hann neðst við mér já, og það eru alveg geggjaðar pælingar með sannleikann og sem ég langar kannski að nefna það svo eftir en ef að þú ert að fela gyðingana þá ertu kannski að setja eitthvað annað neðar í það skipti veist hvað við það er bara eitthvað sem liggur við núna og þú getur ekki sagt sannleikann við einhvern sem er bara í einhverju móki bara að reyna, þú veist, eins og nasistatinn voru að strauja alla gyðingarna, skilur, þá getur ekki kannski í því tilfelli, þá tekur þú deyðasiðfræðina, skilur, þá þarf það að taka ákvörðun og þá þarf það að taka, þú veist, sannleikann og fara millivegin innan gæsalappa, þó að sé kannski stramt til tekið engin millivegur í sannleika, en sannleikur og þetta er önnur pæling sem að ég hef verið að hugsa aðeins og heyriði, þú veist, þetta er ekkit bara að koma frá mér, þú veist, þetta eru hluti sem maður er að lesa og eitthvað svona, en sannleikur mögulega ekki bara, er sannleikur mögulega nálgun eða aðferð frekar heldur en nákvæmlega það sem þú segir veist sko, að því að 1 + 1 eru 2 þú veist, ég myndi segja að það væri staðarind og gyðingarnir eru í kjallaranum á mér, það er staðarind en er sannleikur frekar kannski nálgun, einhver leit eða aðferð, skilur fremur heldur en staðarind og þetta heyrði ég daginn og þetta hefur alveg kveikt rosalega í hausnum á mér sko á góðan nátt og mér finnst þetta er svona nálgun í samtali og við höfum náttúrulega rætt þetta rosalega mikið í hvað er samtal og hvað er gott samtal og þegar við vorum með okkar podd og vorum að reyna svona þú veist að velta steinum og velta hugmyndum en við erum að reyna að búa eitthvað til sko, saman er það mögulega sannleikurinn veist hvað við þar sem við erum forvitnir, við erum opnir, við erum að reyna að bæta hugmyndir hvers annars er það sannleikurinn
frekar heldur en staðreyndin sem slík. Þetta er góð pæling, sko. Já. Er ég að útskýra það nógulega? Já, rauninni er sannleikurinn að eiga í þessum forvitnum spjöllum sem færi því kannski nær sannleikanum, því ég held að enginn viti sannleikan. Nei. Í staðinn fyrir að sannleikurinn sé bara að þetta er svona staðrind. Eins og já, að því að þetta er svona einhver leiti til höfuðs vísindahyggjunni sem að er svona við þurfum aðeins að íta á bremsuna þar, sko, að mínum að því að vísindahyggjan er, sko, hún er sett, talandi hugmyndafræðilegan píramída, sko, hún er sett allt á neðarlega, skilur, hún getur ekki verið neðst. Vísindahyggja eða vísindi eru tól. Það er ekki neitt ég líki vísindum alltaf saman við verkfærakassa og trúin er heimilið, skilur. Verkfærakassin er alveg nauðsynlegur og lífsnauðsynlegur til þess að halda heimilinu við, en þú getur ekki byggt heimilið eða verkfærakassin er eitthvað sem þú notar frekar heldur en þú býrði ekki í honum, skilur. Og þarna þurfum við að, sko, setja svona vísindahyggjuna sem að tala staðreyndir frekar en sannleika. Veist hvað við? Hanna trúin er að reyna að krefja sannleika sem að væri kannski hvernig átt að lifa lífiðinu. Vísindi getur ekki svara því. Þú ert að byggja á einhverju allt öðru og vísindin svara staðreyndaspurningunum og hjálpa þér sem einhver leiðavísir, en þú þarft að nota þína dómgreind og þína skynsemi til þess að skoða staðreyndirnar og bara skoða hvaða tólu ætlar að nota til þess að vísa þér veginn, af því að sannleikurinn er ekki staðreynd, held ég, sko. Vísindin til þess að benda á, hvað virkar fyrir fólk sem lifir góðu lífi, getur benda á það, ég meina heilsamlegt, það nær þessum árangri, þessu, eða whatever, er í góðum félagslegum tengslum alltaf. Sem kannski er það bara undir manni sjálfum komið að velja og svona að greina milli og innleiða í rauninni sína eigin leið til að lifa lífinu, ekki kannski, og nota kannski eins og þú segir staðreyndir og tölur og allt það sem bara ákveðin grunn eða ákveði verkfæri sem hægt að styðjast við, skilurðu. Algjörlega, bara vel orðað, að því að ef þú skoðar eðli vísindana, þau eru nálar auga og það er stærsti kosturinn og stærsti gallinn líka. Það er að segja að þú ert alltaf að skoða eitthvað mjög smækkaða mynd af heildinni og þú verður að gera. Þú þarft að útiloka breytur og þú þarft að útiloka hluti sem hafa áhrif á það sem þú ert að rannsaka. En þá máttu ekki heldur gleyma að þú ert að skoða í gegnum nálarauga, þú ert bara að skoða hér, þú ert ekki að skoða heildina. Og þess vegna lýsi ég á þannig að rannsóknir myndu segja að þú ættir að einblína á góðan svefn til þess að hvað? Til þess að vera ferskur, skilur? Til þess að geta komið betur út í daginn, til þess að vera betri útgáfa sjálfum þér, til þess að geta komið og brosa til barnana hennar oftar, skilur, til þess að vera svona en það, vísindin er ekkert að segja, þau get ekki svara þessum spurningum af hverju þú ættir að ná þér í betri svefn. Þau geta bara sagt til staðreyndina, ef þú sefur betur eða nær rútín í svefniðinum, þá hefur það jákvæð áhrif eða þú veist, meira þess að jákvætt er eitthvað orð sem við sötum á óháð vísindunum, veist hvað við. Vísindin taka ekki afstöðu til siðferðis eða til taka ekki, ég er að útskýra þetta þannig að, sko, ef við tökum svefnum sem dæmi, rannsóknir sína að, þú veist, 8 tíma svefn er æskilegur til að vera heilbrigður. En hugmyndin af hverju ættir að vera heilbrigður? Vísindi geta ekki svara þeirri spurningu. Það er afstæða sem þú þarf að taka sjálfur út frá þinni heimsýn. Veist hvað við? Vísindin eru að segja þér einhverja staðreyndir, en þú þarf að taka afstöðu til þess hvort þú ætlar að fara í þessa átt eða ekki. Það er ekkert augljóst að þú eigir að vera heilbrigður. Það er ekkert fáránlega augljóst, skilur. Jú, það er pínu augljóst ef þú aðeins krifur það og krifur það til merkjar, skilur. En það er ekkert endilega augljóst að þú eigir að vera góður. Það er ekkert augljóst að þú eigir ekki að vera betur
það ekkert augljóst að þú eigir að sjá ljósið í fólki fyrir eitthvað myrkrið, skilurðu. Það eru spurningar sem siðfræðin svarar, eða skilurðu. Heimsýnin, trúin, en ekki vísindin. Þannig að ef ég svona náðu að útskýra þetta þokkalega. Kannski þessi vísning get ekki svarað öllu. Nei, og svo ég að lesa hérna fyrstu bókina í Angels and Demons sem fyrsta bókin í Da Vinci Code seríunni sko. Og þar einmitt geggjað ég er bara nýbyrjar á henni sko, en þar er sett vísindamaður að reyna að sanna tilvist Guðs með vísindunum og það er einhverjir sem segja það að vísindin eru bara komin það skammt á veg að við getum ekki útskýrt allt en í framtíðinni þá munu vísindin geta útskýrt allt en ég er ósammála því ég vil meina að vísindin séu miklu frekar tól og staðreyndir og svona verkfæri sem við notum til þess að byggja ofan á einhvers konar dýpri heimsýn sem verður þá siðferðisleg nálgun eða trú eða heimsýn eða eitthvað slíkt. Mér langaði til að stoppa þáttina aðeins og þakka styrktaraðilum podcastins en Lavazza og Sumac eru trausti styrktaraðilar ásamt þeim sem ég nefndi í byrjun og Lavazza er alvöru ítalsk kaffi hilki sem er umhverfisvæn, kolefnisjöfnuð og passa í allar Nespresso-vélar og ég er búin að vera að dæla þess í mig enda mikill kaffikall og ég mæli eindregið með kaffinu frá Lavazza enda eru að tala framúrskarandi ítölsk bragðgæði þar. Sumac er náttúrulega bara langbesti veitingastæður á Íslandi. Ég er búin að vinna mikið með grillu lambarífunar undanfarið og ásamt því smakka sko grilluð kjúklingalæri. Fer náttúrulega alltaf í grilla ostursveppi og grillar halloumi líka. Það er mjög gott. Ég mæli með hummusin og flatbrauð og ef þú ert í ekstra góðum gýr þá ferðu náttúrulega bara í sjörétta matseðilinn sem er mese og tekur ég vel vínpöru með. Og ef þú vilt bara fagna einhverju, eiga góða stund með vinum eða fjölskyldumeðlimum eða eiga bara í góðri upplifun í góðum anda sem jákvætt starfsfólk ríkir og góðum matur þá tikkar Sumac í öll þessi box. Og ef þú ert ekki búin að prófa að fara Sumac, þá ættir að gera það. Og ég get sagt það að þú verður ekki svikinn. Af því að þetta er svo allra besti staður sem þú getur fara á ef þú vilt fagna einhverju eða gera vel við þig og þína. Takk kærlega fyrir að hlusta. Og ef þau eru í stuði þá með ég fara á YouTube og subscribe á podcast-appinu og gefa mér einhvern og followa mig á Spotify. Annars bara þakka ég ykkur kærlega fyrir að hlusta af því að án ykkar þá væri engin þáttur þannig að ég verð alltaf fyrir miklum bara jákvæðum tilfinningum þegar ég hugsa út í það að þið séu að taka tíma frá ykkar degi í að hlusta og horfa á mig og ég er virkilega ánægður með það og það er heiður fyrir mig og takk einlega fyrir að gefa ykkur tíma í að hlusta það sem gestirnir og ég höfum að segja. Takk hérlega. Algjörlega, við erum búin að fara í þetta sem ég nefndi að vera svo heillandi eiginleiki við að þú hefur aflært ýmsa hluti. Aflært? Já. Hvað helst einu sinni að vera satt sem úr öðrum móli í dag? Er eitthvað sem úr að aflæra? Já, fyrsta sem kemur upp í hugan er rútína. Já. Pabbi sagði alltaf við mig bara Arnór mundu rútínan og þetta tengir svona þessum ungdóm og svona þessu uppreisnar hugafæri sem maður er oft með þegar maður er ungur og ég hugsaði bara nei, engin rútína og ég var ekkert í einhverju rugli skilur en ég var svona, þú veist svefnin var ekki góður og svona mataræðið og annað og hann var alltaf að tala rútínu og núna er ég mjög svona hlindur, þéttri og góðri rútínu en það sem ég kannski lærði á þessu tímabili var að 100% rútína er óæskileg ef þú spyrir mig, þá er hún óæskileg vegna þess að þá lærirðu lítið þá verður minni þroski en þú veist, ef við tökum kannski ef við segja 70-80% rútína eitthvað svoleiðis þá hefurðu ramman fyrir sköpunargáfuna fyrir ég lít svolítið á þetta eins og Jordan Peterson og þeir sem tala order and chaos og trúin er svolítið að tala
þú veist, himnaríki og helviti og þessar duality sko, að þú þarft sko order, þú þarft regluna upp í, þú veist eitthvað, 70-80% segjum það, og svo þarftu chaosið sem sköpunargáfan, sem tíminn þar sem hún ferð út á lífið og skemmti þér aðeins og ferð þér aðeins og marga bjóra kannski eða skoðar eitthvað á YouTube allt og lengi en þú ert að kveikja á einhverju smá og ef að það innan þessa ramma þá ertu svolítið að bæta því ón í rútuna og þá ertu svolítið kannski að fá nýjar hugmyndir og svona nýja sýn kannski og þá verður líka kannski rútína þéttari eða betri eða eitthvað slíkt. Algjörlega, og þetta kannski það sem ég var að meina á það með að verða eitthvað til að láta það deyja þig, þú veist, þú hefur búið verið 100% rútínu átt að því eins og ég hef verið, skilur bara, þú veist, og maður hefur brent sig á því, en til þess að maður lærði á það, þá þurfti maður að upplifa það var sem ég munum punktunum á hann og ég alveg sammálaður þarna, sko, það og ég held að, þú veist, þú hefur farið að vera rosalega rútínugall og síðan sem að breytingunum varst sveigjanlegri, skilur, og ég sá bara saman munstur á mér bara svona 3 árum seinna, skilur, í rauninni. Þú veist, það svo oft sem ég horfði á Arnór og bara svona, þú veist, einhvern veginn, ég upplifa það sama eftir, það tekur mér bara lengri tíma að átta með því. Ég veist ekki alveg sanngjarnt að segja það, ég hef oft litið til þín og lært alveg heilan hellinga þér og það sérstaklega í svona formi drifkrafts og í formi svona að leggja mig gríðalega fram við eitthvað sem ég tek mig fyrir hendur, þú veist, ég hef lært það frá þér, sko, þannig að þú veitir það, sko, þannig að ég kann mikið að meta það þegar ég heyri að einhver svona fá innblástur af einhver sem ég að gera og læri jafnvel eitthvað sem að, eins og þú segir, sem ég gerði áður og eitthvað slíkt, en það bara, það fer í báðar áttir, þú mátt alveg vita það, sko. Já, takk fyrir það. Það alltaf sem ég sé að við viljum glíma þessu sambærilegar hugmyndir og pælingar, en meina, þú veist, spara vorum báðir plant-based, fórum all-in þangað, þú veist, við fórum allir all-in í rútínu og þú veist, og einhvern veginn að taka það á alvarlega, en síðan einhvern veginn hef ég allan komið að það í miklu sveigjanlegri og svona þá með meira box þá í kaosinu sem nefndir áðan, sko, heldur en að vera alveg fullur af rútínu og þar lífið bara eins skemmtilegra, skilur, og maður bara svo skemmtilegri og þetta bara meira gaman og ekki allt svona yfirþyrmandi og allt þar, sko. Og það líka, ef það einhver leiti smá rökvilla, þú veist, eins og þú ert í raun að gefa sko andlega hliðinni, ef við getum orðað þannig, minni gaum ef þú ætlar að vera svona mikið í rútínu. Veistu, að þú gefur sveigjanleikan og maður heldur einhvern veginn að maður sé að gefa eitthvað svona sleppa beislinu, sko, en þú ert kannski bara að gefa andlega hlutarniðinu meira rými líka. Að því að ég komst að því eins og því ég fór til Noregs að spila, þá var ég fór bara einn út í 1,5 ár og ég mjög svona innhverfur, en ég fatt á þeim tíma, mér fannst frábært að vera einn og ég var alltaf einn, svo komst ég bara að því ég var að gera sjálfur mér alveg restaurant greik með að vera alltaf einn þannig að þegar maður heldur einhvern veginn að maður sé einhverju rútínu sem góð, að því að maður svo agaður og maður bara að borða holt og maður bara að fara að sofa réttum tíma og allt þetta og en þá ertu kannski að gleyma einhverjum risa þætti sem þá félagslegi parturinn eða þú veist bara það að hlæja þú veist að setja með vinuðinum og hlæja að taka góðan bandir þú veist að gera grín að félaganum og fá hann til að gera grín að þér í leiðinni þú veist það við lítum oft framhjá því þegar maður í þessum svona kassa sem þú tengir svo mikið við og maður að taka svo réttar ákvarðanir alltaf og þá verður maður bara leiðilegur maður bara leiðilegur og líður leiðilegt, sko. Maður bara hundleiðilegur, það er kannski bara best að orða það já, ég held að sé bara fínt að orða það Sjæsar maður hver uppáhalds tilvinnið þín og af hverju tilvinnið? Ég ætla bara að lesa eldsnögt svona svo ég fari með alveg rétt mál líka. Ég ætla að segja bara æðruleysisbænin sem hefur hjálpað mér í gegnum marga tíma og það bara Guð gef mér æðruleysi til að sætta mig það sem ég fæ ekki breytt, kjark til að breyta því sem ég get ekki breytt og visku til að greina þar á milli. Að lifa einn dag í einu, njóta hvers andadags fyrir sig, viðurkenna mótlæti sem friðarveg með því að taka syndu heimi eins og hann eins og Jesú gerði,
en ekki eins og ég vil hafa hann og treysta því að þú muni færa allt í rétta átt ef ég gef mig undir vilja þinn svo að ég megi vera hæfilega hamingjusamur í þessu lífi og yfirmáta hamingjusamur með þér þegar að eilíðinu kemur. Amen. Það er tilvitnun sem að mér dettur strax í hug og hefur svona haft sennilega ég er með þetta á veggnum mínum í símanum sko. Að því að talandi hugmyndapíramídan þú getur sett svona þessa tilvitnun sem hugmynd ansi neðarlega æðruleysið og hún felur þú veist það falið í henni líka það að segja þroskin að þú átt að vera æðruleys gagvart lífinu æðruleys gagvart hlutum sem þú getur ekki stjórna en þú átt líka að hafa kjark til að breyta því sem þú getur og vilt breyta og svo áttu líka að ígrunda þú átt að hafa vit til að greina þar á milli og svo átt að sætta þig við syndugan heiminn svo hann vegna þess að þú getur ekki breytt heiminum þú getur bara breytt sjálfu þér og það hroki að vilja breyta heiminum að mínum mati en það dyggð og kjarkur að breyta sjálfum sér og að þú breytir sjálfu þér hvað gerist þá sjálfkrafa þú breytir umhverfinu þú breytir því hvernig þú kemur fram þú breytir því hvernig fólk þú breytir því hvernig þitt fólk þú breytir að einhver leiti þínu fólki skilur þá ég að meina að þú ert ekki að breyta þínu fólki heldur þú ert að hafa góð áhrif eða eins góð áhrif og þú mögulega getur haft á fólki í kringu þig og það er rétt nálgun rétt heimsýn ef þú spyrir mig vegna þess að mér finnst allt of algengt að þú farir út í daginn og ætlar að breyta heiminum og það ekkert annað en hroki hvernig ætlar að breyta heiminum og í hvað ætlar að breyta heiminum þú svona rosalega viss hvernig heim fólk vil lifa í þú ert að sína æðruleysi gagnvart því að þú veitir ekki hvernig besti heimurinn lítur út og æðruleysi snýr að því að þú ert einn partur af risastóri heild og þú breytir sjálfu þér en ekki öðrum og þú breytir sjálfu þér en ekki heiminum og með því að gera það þá hefur þú jákvæð áhrif á þitt nær umhverfi Það stuðlar að betra heim það stuðlar að betra heim, akkurat Réttan nálgun svolítið að byrja að taka til þín einu húsi árnum fyrir að gagnrýna heiminn og breyta honum og ég kannski spoila eins en ég var að Hobbitin J.R.R. Tolkien ævintýrið þá endar bókin þannig slökkuðu bara í 10 sekundur eða vilja ekki það var nú allir heyrst þetta en þá endar bókin á samtali Gandalfs og Bilbo það sem að Gandalfur segir mundu það Bilbo, þú ert bara eitt pínulítið peð í risastórum heim eða eitthvað slíkt og Bilbo sagði já, sem betur fyrr og mér finnst þetta svo gott þetta bara auðvitað myndi maður vilja vera guð almáttugur og taka ákvarðanir fyrir aðra og taka risa ákvarðanir fyrir aðra og stýra öllum í réttan farveg Það nokkuð sem halda að þau getur gert það Akkurat en það er já, bara hroki finnst mér það hroki, við erum bara pínulítil peð og sem betur fyrr Hvað, nú mér langar aðeins að sko ég vil beina þessu spurningu af fótboltanum sko að því að hvaða ráð hefur þú fengið varðandi þína sérfræðikunnáttu sem ég myndi segja væri, já, þú veist, með sérfræðikunnáttu í ýmsu en mér veist fótbolti út með sérfræðikunnáttu þar orðið bara Íslandsmeistar á þar einu sinni og bara besti bakvörður á hafsend sem Ísland að Pepsi-deildin hefur verið með undir verðna ár. Þannig að hvað ráð hefur þú fengið varðandi þína sérfræðikunnáttu sem það Magna var deilaði með okkur? Er það ömurlegt að þurfa að vara okkur við því? Eða eitthvað ömurlegt? Eða það ömurlegt að þurfa að vara okkur við? Já, akkurat. Maður hefur fengið ýmis góð ráð og fá léleg ráð sko. Sko kannski eitthvað ráð sem ég hef ekki endilega fengið en það tengist því sem ég hef lært í fótboltanum og það sem að ég mun alltaf vera hvað stoltastur af þegar ég líti baka á minn feril og mun segja börnunum mínum frá því og ég mun
ég mun nálgast þeirra íþróttavegferð þannig, eða þeirra vegferð hvort sem hún íþróttatengd eða ekki þannig og það sem ég er stoltastur af að þegar ég var ungur og fór á æfingar og keppnin bara fegurðina algjörlega ofurliði hjá mér. Það að segja ég var svo kappsamur, ég sýndi það kannski ekki alltaf mjög mikið en það var svo mikið kappa, það var bara að éta mig innan. Þannig að öll töp á æfingum, allt mótlæti, það hafði svo gríðarlega áhrif á mig og ég var svo reiður og bara og það var einhvern veginn algjörlega að granda fótboltaferlinu mín. Bara ekkert endilega eitthvað út á við eða eitthvað slíkt, maður spilaði ágætis bolta og allt það, en bara ég hlakkaði ekki til að fara á æfingar, ég hafði ekki gaman að ég verið reit, ég hafði ekki gaman að ég einhvern veginn að fara að keppa á æfingu og í dag fer ég á æfingu og ég hlakka til alls, ég hlakka til þess að mæta inn í klefa og heilsa hverjum einasta manni, ég hlakka til að fara upp í gym, ég hlakka til að fara í reit, ég hlakka til að keppa, ég hlakka til að tapa, ég hlakka til að félagin djóki í mér þegar ég er nýbúin að tapa og það er það sem ég verið stoltastur af er þessi þroski sem ég hef tekið og það getur enginn nema þú sjálfur sagt að þetta sé rétt vegna þess að ég veit hvernig mér leið áður og ég veit hvernig mér líður núna. Og það er þroski sem ég tók í gegnum, þetta er þroski sem ég varð að fá í gegnum þetta gríðarlega keppnisumhverfi sem fótbolti eða íþróttir og fótbolti í mínu tilfelli og íþróttir þetta, ég er svo mikla trú á íþróttum vegna þess að þetta er svo ótrúlega krefjandi og erfitt umhverfi þar sem þú setur bara, líkam og sál í verkefnið og niðurstaðan getur verið hræðileg, hún getur verið tap eða það er svona meiðsli eða eitthvað og bara það að möguleikin sá möguleiki fyrir hendi að þú getur klúðrað eða tapað eða meiðst eða gert mistök eða brugðist eða hvernig sem það er bara að sá möguleiki sér fyrir hendi gerir allt svo miklu meira virði og gerir árangur svo miklu meira virði og bara það að þetta umhverfi sé með öllu þessu innanborðs þar sem þú ert með hið hræðilega töpinn og í rauninni failure eða hvað bara það að mistakast og þú ert með árangur það er allt innan íþróttarammans það gerir íþróttina svo rosalega góð umhverfi fyrir börnin okkar og unga fólki okkar og fullorðna fólki okkar til að þroskast. Algjörlega, ég er alveg sammála því að þetta kennt manni svo mikið á innri að vegu sem maður átti að sjá seinna meir en ég hugsaði þetta þegar ég hætti að hugsaði þetta svolítið seinna eftir ég hætti fyrir mér var þetta bara ólinn eða ekki skilurðu og ég er rauninni kannski gaf ég ekki nógu mikið sens að fara að líta þetta meira aftur sem leik sem þetta hafa alltaf verið og það var alveg það hefði alveg verið þriðji möguleikin sem ég hefði kannski geta ígrundað aðeins meira en að því sögðu við mér finnst það rétt ákvörðun og ég var ekki að gera hlutin sem ég var að gera eða ekki tekið hana en þetta var alveg komið upp í hausinn á mér af því á þessu tímabil þá var ég upplega nákvæmlega sem maður segja að leiðalt keppa og var að vonast til að leikurinn er bara búinn flautar af í hálfleik og er ekki spil í lokin aðeins það var líka bara því maður ég er líka bara þannig að ég er all-in gaur og þú veist gerir hlutin ekki með hálfgang og ég þarf líka að sjá okkar meira heldur en eitthvað þak fyrir omi skilurðu. Akkurat. En þetta er alveg punktur sem ég pældi í seinna mér Já, og þar kemur aftur að því hvenar áttu að taka ákvörðun skilurðu, hvenar áttu að vera heiðarlegur sjálfa þig eða þú átt alltaf að vera heiðarlegur sjálfa þig en hvenar ertu heiðarlegur sjálfa þig alveg 100% skilur. Það er líka ótrúlega erfið spurning vegna þess að ég var of lengi í þessu ferli ef við lítum á það þannig en ég var samt ekki of lengi í þessu ferli vegna þess að ég kom út hinum megin að mínum að þið bara á miklu betri stað. Já, og kannski tengist þessir pælingur svo when to grit og when to quit, Akkurat. Svolítið, þú veist, hvernig áttu að fylgja einhverju lífstefnu, það áttu að gera einhverju hluti og þú veist, það verða erfitt, koma erfið tímar og það er ekkert bara, þú ert ekki alltaf með blúsand ástríði fyrir því, skilur. Hvernig grittar í gegnum á, skilur. Þetta á að vera erfitt og þetta á ekki alltaf að ganga upp, skilur mig, og á að koma erfið tímar.
eða hvenær ertu bara að gera eitthvað sem þú átt bara að finna og vera að gera eitthvað annað, þetta ógeðslega flókið, skilur. Þetta mjög flókið. En það sem ég gerði, ég ákvað, þú veist, ég vissi ég var ekki að fara að gera eitthvað sem var auðveldar en ég var að gera, skilur. Í rauninni hefði ég getið bara haldið áfram spilað, ég trúi því hefði getið bara haldið áfram og náðum það mér í árangri fótbolta í Íslandi, skilur, og bara lifað á þessu og ég er bara góður í þessu og ég veit hvað ég er að gera af allt það, skilur. Pínus bara spurning hvort þetta hefði gert mig ánægðan áfram, skilur. Og hvort að, þú veist, hvort maður hefði átt að bara gritta þetta í gegn eða bara kvitt eins og ég gerði, sko. Og það sem hjálpaði mér, ég var, eins og ég segi, ég vissi alveg sirka hvert ég var að fara. Ég var ekkert bara að fara að kóðna, ég var að fara með orkunum minn eitthvað annað. Og það stönda stóra hluti þar, þannig að mér finnst ágætið þumblöð regla líka að þegar maður er að pæla í when to quit og when to quit, þú veist. Það þarf þá að vera eitthvað álíka ef eitthvað erfæra sem það ekki að taka fyrir hendur, sko. Það má ekki vera bara því það er erfitt, skilur. Það finnst mér lykilpunktur, þetta má ekki vera því þetta er erfitt. Þetta verður að vera því að þetta er þú ser kannski ekki fram á að koma út hinum meginn nema þroskaðri eða eitthvað slíkt. Og á þessum nótum, þú veist, að þú segir að en þú hættir, skilur, og en þú ferð að gera eitthvað annað og það er bara ekki, að mínum mati er það ekki röng ákvörðun út af því að íþróttir eru bara umhverfi til þess að láta ljós þitt skína, skilur. En það er ekkert eina umhverfi til þess að gera það. Þú getur alveg verið að læra á hljóðfæri eða verið tónlistarmaður eða málari eða þú veist að gera podcast eða að skrifa bækur, skilur. Þetta er í rauninni bara, ég er svo mikla trú á íþróttum að þetta er svo pínu einfalt form af og einfalt umhverfi fyrir fólk og krakka sérstaklega, ungt fólk til að fara inn í og fá öll elementin, þú veist, fá keppnina, fá félagskapin, fá sigrana, fá, þú veist, agan og allt þetta innan þessa ramma, en þú hættir, en þú ert ekki, þú ert að fara inn í einhvern annan ramma þar sem þú ert að challengea þig. Þannig að ég segi alltaf, sko, og þegar yngsti bróður minn sem að er efnilegur handboltamaður, þegar ég fór að hugsa svona, þegar hann fór að leita til mín og bara, hey, hvað á ég að gera, þá fór ég að hugsa svo mikið hvernig á ég að ráðleggja einhverjum sem ég þykir gríðarlega vænt og ég mun hugsa þetta í samhengi við börnin mín, hvaða ráð á ég að gefa þeim í íþróttum, og ég hef komist að því, eða svona, ég er svona komin á það, þannig, að ég get alveg gefið öll bestu ráðin í bókinni hvernig hún er árangur í íþróttum, en það er bara ekki markmið nummer 1 hjá mér núna, hjá þess að, og þá er ég að meina markmið mitt í ráðleggingum til bróðumins. Ég er ekki, ég get alveg að gefa honum bara, þú veist, bara æfa auka og gera þessa æfingu og þú veist, bara labbaði yfir andstæðingin og aldrei að gefast upp og allt þetta, en ég er að horfa á hann í miklu stærri heildarsamhengi heldur en íþróttamaður og hann þarf að koma út hinum megin, þú veist, eftir ferilinn og standa, þú veist, uppréttur og vera stoltur af því sem hann gerði og vera stoltur af því að hafa jafnvel, sko, veitt einhverjum öðrum innblástur, skilur, vera stoltur að því að bara hafa þroskast, skilur, í gegnum hennan kafla í sínu lífi og komið út sem betri maður. Árangur er nátengdur þessu sem ég er að segja, en hann má ekki vera fókusin, kannski afleiðing. Einhver leiti er hann afleiðing frekar heldur en hið eina rétta sem það, og hvað er árangur, skilur? Þú myndi ekkert mun, ég veit alveg að þú myndi ekkert mun eftir titlunum sem varst, þú myndi miklu mun eftir bara þroskanum og samböndunum og upplifunum, skilur, allar svona slæmi og góðu upplifunum, skilur. Og komum þetta því, sko, að titilin sem við unnum 2019, að því þú hefur nú talað um að þegar þið unnum titilin, þá var þetta svolítið svona sem þú varst að eltast við, og svo kom titilin og svo kom svona pínu svona spennufall, er ekki rétt munið á mér, hvernig þú lýstir þessu og titilin 2019 þá er ég orðin 33 og þá ég er rosalega stoltur af þessum titli og er það ennþá og við unnum og ég var glaður og ég er ennþá, þú veist, þetta var ekki eitthvað svona
mér finnst eins og ég hafi tekið þessum titli svona eins og þroskaður maður frekar heldur titill sem vinnum 2010 sem var miklu meira bara svona eitthvað ég held að þetta væri bara svari við lífsspurningunni sko, bara titillin en árið 2019 þá vinnum við titilin og það sem ég er stoltastur af að hafa farið í gegnum meiðslakafla, farið í gegnum erfiðleikar sem engin annar veit hverjir eru og hversu erfiður voru og hafa farið í gegnum öll þessi tímabil þar sem þú einhvern veginn endar á að spila tímabil og vinna það gefur titlinum vægið finnst mér. Algjörlega, mér líka þetta svo fólk setja í sami, það er erfiðar að hægra sagt en gert að koma tilbaka eins og þú eftir atvinnumennsku og hafa síðan verið meiddur í þessi ár og þetta er algjör redemption saga að þetta er hægra sagt en gert og meðanst ég Rasmus félagi minn líka, meðanst ég svo svipa sama mynstri í söguna hans sem hann fótbrotnaði og meiddist og kom síðan í Fjölni og spilaði 2019 og var síðan alltaf bara bestu leikmaður í deildinni, fór síðan í Val og var Íslandsmeistari og mér finnst þetta svo heillandi að vera komin á því að þú ert núna 35 út að vera 35 ára ég er 36 út að vera 36 ára þú ert 86 já, ekki 87 alveg rétt og er komin á, þú vannst inn á 2019 og þá erstu 33 ára og geta samt verið áfram að halda einhverju vexti í fótbolta er bara svo bara fólk vitaði, það er erfitt og það er undantekning frá reglunni heldur reglan við ætla bara að leiða mér að segja það Já, það er alveg og mann er lífið svona skringilega en að vera að spila líka nýja stöðu aðra stöðu sem að mér fannst það sem að svona ég fekk svona nýjum lífdaga í nýri stöðu og að bæði þá að taka þeirri áskorun að einhver leita þurfa að læra nýja stöðu og að vera áriðin þetta gamall og að já, bara að ná einhvern veginn að höndla það, skilur bara að byrja í þetta er náttúrulega ekki alveg gjörólíkt bakvörður og hafsend en einhver leiti er þetta svona þetta er ný staða þú spilar þetta er allt annað leikur þú spilar hafsend og smættu síðan í bakvörð þetta er bara þetta er annar leikur það tekur bara mikið tíma að mér finnst það allavega en líka það var svona annað challenge sem að mér finnst sem ég er stoltur af og talandi svona áskorunir að og það sem heldur mér í þessu núna það sem heldur mér náttúrulega númer 1 og 3 í þessu er bara þegar börnin mín og fjölskylda mín eru eftir leik og litli guttinn hleypurinn á völlin og núna í síðasta leik þá hljóp dóttir mín inn á líka og að sjá brosin þeirra og að sjá hvað þau eru einhvern veginn stolt af því sem ég er að gera, það heldur mér í þessu en svona aðra áskorunar eru líka svona vera komin á aldur og vera að reyna að halda í einhvern hraða og talandi þetta umhverfi sem íþróttirnar eru að þú getur alltaf fundið þér áskorunir á svona litlum hillum að því að maður er að reyna að vinna skilur og árangur og allt þetta en það sem meira er að maður er að reyna að þroskast sem ég nefndi áðan og á þessum litlu hillum eru allar þessar litlu áskorunir sem að þú mátt ekki líta framhjá og það er, fyrir mig núna er svona að reyna að halda í hraða að reyna að vera meiðslalaus að reyna að vera með það góðan skrokka ég ná að þóla álæð og svo allir þessir svona andlegu þættir það er að sigra sjálfan sig og svo að reyna að vera einhvers konar fyrirmynd að reyna að vera einhver maður sem að mætir inn í klefa og liðsfélagin segja að gaman að Arnór sem mættur skilur reyna að vera einhver þannig típa ég hef ekkert endilega verið þekktastu fyrir að vera mesta félagsljónið en mér finnst það samt svona sérstaklega sendir svolítið mikilvægt að reyna að koma og að gefa allavega af mér það sem ég hef að gefa í þessum félagslega þætti og þá að það sé kannski ekki að vera trúður í klefanum þá er það kannski að vera svona reyna að steyðja við baki og öllum sem ég get það er svona önnur áskorun sem ég er að horfa til núna Algjörlega Ímyndaðir það var ekki að dæma þig hún gæti sagt frá einnig en hann gæti verið túlkuð óvinsæl af öðru
Þetta er spurning. Nefnilega stór, sko. Já. Sko, kannski fyrir að fyrsta sem þetta fyrst í hug er, og þetta svona tengist heimspekinni og svona hugmyndafræðilegri nálgun þinni á bara lífið. Að ég held að sé ekkit endilega æskilegt að vera að hugsa skoðanir sem vinsælar og óvinsælar. Og ég held að sé ég held að hefti sannleiksleitina. Þannig að ef maður er fyrir að fyrsta sko á maður þá að gera Gallup-könnun skilur og skoða hvar almannaáliti liggur. Af því að oft heldur maður að skoðan sé óvinsæl af því að ég meina á samfélagsmiðlum er kannski verið að tala mikið einhver ákveðna skoðun en hversu margir eru það? Já, og það bara háar minnihlutahópur eða það... Já, akkurat, það háar minnihlutahópur eða það einhvers konar almannaálit og ég held að samfélagsmiðlar hafi svolítið ítt undir svona hvað er orðið, svona brenglaðan sín okkar á raunveruleikann, veist hvað við. Þannig að það er eitthvað málefni og maður heldur einhvern veginn bara öllum finnist eitthvað en það er út af kannski háværu minnihlutahóp og þá heftir það einhver leiti þína frjálsu hugsun og þú bara byrju á ég að hugsa þetta líka því mér finnst þetta ekki. Þú veist, ég er eiginlega hinum einn sko. Og ef maður byggir svona sínar hugmyndir svolítið á hvað er vinsælt, hvað er óvinsælt þá er svolítið hættan svo að maður finni kannski ekki sinn farveg eða sinn svona fari átt að sínum sannleik eða já, segir bara sem aðrir þú telur aðra vilja heyra og þá væntanlega ferð að segja og lifa lífinu ekki samkvæmt þínum eigin heilindum heldur en kannski einhverjum skoðunum sem aðrir hafa sko. Þá hvað gerist þá fyrir einstakling? Þá ertu byrjað að haga þér sem hluti af einhverjum skoðunum og þá ferur væntanlega, þá er einhver tókstætti sem myndast, þú veist, ég hef einhverja skoðunina sem aðrir hafa en þú sagðir, ég er samt ekki með þessa skoðun, já að ég að vera með hana skilur. Einmitt. Það held ég að sé ekki góð uppskrift til að lifa lífinu fyrir okkur sem einstaklingar nýja samfélagi sko. Einmitt. Og kannski annað á þessum nótum að og sem ég hef svolítið talað er að það þarf ekkit endilega að hafa skoðun sérstaklega það þarf ekkit að taka afstöðu strax. Nei. Og það er eitt sem við getum lært sérstaklega í þessu svona samfélagsmiðla umhverfi sem er núna þar sem það er droppar einhver frétt á netið og þá þú þarft ekki að taka afstöðu. Þú getur reynt bara aðeins að bara vera æðrulegs gagnvart flóknu máli eða æðrulegs gagnvart erfiðri siðferðislegri afstöðu í einhverjum mjög flóknum málum og bara svona sætti við að þú hafir ekki svarið en alls ekki gefast upp, alls ekki bara segja já ég veit ekki svarið, ég ætla ekki að hugsa þetta, þú verður að hugsa þetta en með því æðruleysi að þú ert kannski ekki að fara að fá konkrétt já-nei svarið eða hægra megin eða vinstra megin eða fara í þess átt eða hina og það finnst mér líka eitt sem að við getum lært er að það er ekki að taka afstöðu strax og það sem ég langar að bæta við að ég nefndi hérna áðan John Stuart Mill sem er einn af mínum uppáhalds heimspekingum sem að skrifaði nytjastefnuna sem er siðferðiskenning sem að ég aðhyllist ekki en sú bók er alveg beautiful sko og alveg gullfalleg og maður getur lesið hana og þú getur skoðað hana og þú getur bara tárast þegar þú ert að lesa hana því að hún er geggjuð þessi bók og þetta er 300 ára bók en bara hún á svo vel við þó að maður sé ekki alveg sammála þá eru svo margir mólar þarna sem þú getur tekið með og hann skrifaði einmitt bókina Frelsið það sem hann rökfærir frelsi og af hverju við ættum að vera frjáls og frjáls til þess að tala og hugsa og gera það sem við viljum upp að ákveðnum skilyrðum sem hann talar ítarlega í bókinni. Bestu rökin hans fyrir frelsi eru eina bestu rökunum hans fyrir frelsi að mínum að þetta eru þau að ef að við þetta kemur inn á þessar skoðanir og hvort þú sért með eða móti eða skilur að það er einhver sem er að segja sína skoðun
hún sjaldnast 100% rétt eða 100% röng og hann sagði ef við sem sagt ef við silenceum eða ef við útilokum þessa skoðun þá heyrum við kannski ekki hennan eina litla móla sem við verðum að heyra í þessi skoðun sem kannski 99% röng en það eitt lítið móli þarna sem við getum tekið og ef við hlustum ekki þá fáum við aldrei að vita hvað sá móli getur gert fyrir okkur þegar við tökum hann og við bætum hann í réttaskoðun sem samt ekki 100% rétt ennþá en til þess að einfalda þetta þetta kannski 99% röngskoðun en 1% sannleikur eða 1% eitthvað sem við getum tekið með okkur í skoðun sem kannski 99% rétt. Þess vegna eigum við ekki henda bara kannski manneskjunni eða skoðunni alfarlega í ruslið heldur að geta mynd hlusta og greinta á milli ok, 99% af þessi ósammála en það einhver eitt annað sannleiksmál sem ég ætla bara að taka út úr þessari skoðun og bara ég get verið sammála því að innleiða inn í mína skoðun staðin fyrir að vera bara eins og við viljum flokka alla hluti og ég alltaf ekki að ég með á móti og allt þetta skilur og þá geta sikta hans út það gagnrýndaslægum að vera ósammála því að þú veist það sem múst ekki sammála líka þetta ekki tekið að góð við hendum ekki öllum bara í ruslið skilur þú veist ekki að henda John Stuart Mill í ruslið að því þú fílar ekki nýtast skilur þú veist tekur saman frelsi frá hann skilur fattar mig Akkurat og það kannski svona mín óvinsæla skoðun að ég vil málfrelsi en mér skrítið að sé óvinsælt en ég heyri rosa mikla gagnrýni á málfrelsi það gagnrýnt og ég meina það þarf ekki nema að koma nýtt stand-up út á Netflix sem að verður krafa að það verður tekið niður skilur af því það var gert grína einhverju sem að vildi ekki láta gera grína sér og það að vera hlindur málfrelsi þýðir ekki að þú sér hlindur öllum skoðunum eða hlindur því að ekki, þú meiri sért allavega ég er ekki ég svo langt frá að vera hlindur því allt sé sagt en ég tel að þú verðir að búa til umhverfi þar sem þú mátt viðra alla skoðanir vegna þess að ef þú býr til það umhverfi og þetta kemur bara beint frá John Stuart Mill þú verður að búa til umhverfi þar sem þú þorir að explora alla möguleika og hugsun og málfar eða hugsun og það að tala nátengt þetta sami hlutur þú getur bara ekkert þú ert að vera mjög hefðið til að hugsa án þess að tala það er nánast ómögulegt og þess vegna ef þú heftir málfrelsi þá ert að hefta hugsunarfrelsi og ert að ræna kannski þá þú veist ef einhverjum með skaðlega skoðum sem hann getur þá væntanlega lært af hann hendur hann út í kosmosið og saman með að þú áttaði það að þú meira á þinni skoðun þegar þú talað einhverja skoðun og kannski áttaði bara heyrðu þessi skoðun sem þú röng þessi skoðun bara rétt skilur og síðan farið jökli frá öðrum ég get komið með einhverja skoðun að borða við þig og þú kemur með eitthvað á móti eða ég elska að fara með kærasta besta vinur minn ég elska að ræða hana því að þú veist hún getur svo bent á mig á blindulhliðina mín og challenge mig oft en mér finnst það svo geðið þetta við erum með þannig sambandi ég get sett hvað sem á borðið skilur og þá get ég lært svo mikið hvað ég með bara vitlausa skoðun en ég hef aldrei átt að maður þegar ég bara þora að leggja sannleikann á borð fyrir hana það aldrei að koma staði og hún hefði aldrei fengið tækifæri til að countera þig og ég meina væntanlega eru þið að þú veist þarna komum kannski inn á sannleikan sem nálgun frekar en staðarend eða niðurstöð og þá er þið bæði í rauninni í sannleiksleitinni að koma með það sem þið teljið þessi virði á borðið en þið eru að reyna að sortera það saman og svo svo er eitthvað annað þarna eftir samtali heldur fyrir það og þá er þið komin nær þú veist sannleikanum ef við getum orðað það svo þá sannleiksleitin hugsanlega að hafa hugrekki að þóra að segja það sem að trúar þessi rétt já ég held að það sé bara og opið fyrir að breyta og opið fyrir að taka fleiri eitthvað inn í myndina já ég held að það sé algjörlega ófrávíkjanlegt að þú verður að breyta innan þessara hugmyndar sannleiksleitarinnar þá verður að vera tilbúin að
fara í allar áttir nokkurn veginn og vera tilbúin að breyta og breytum skoðun eða breytum afstöðu eða breytum já, mér finnst svona oft leiðilegt að segja skoðuna því að skoðun alltaf eins og að sé eitthvað svo fastmótað, allt sé eitthvað svo fastmótað en í heimspekinni þá lærði ég það bara að ég fór í einn áfanga sem heitir einn námskeið sem heitir þekkingafræði og spurningin bara hvað er þekking og svo lásum við grein fyrstu vikuna og það var bara þekking eitthvað sannréttlætt skoðun og ég já, vá, þetta geggjað, þetta þekking, ég með svarið við þeirri spurningu. Svo kom næsta vika, þá var grein sem var að gaggrina greinina vikun áður og ég já, byrju nú þetta, ég glemdi að hugsa þetta sko. Og í rauninni gekk námskeið út af það að það var alltaf verið að reyna að finna í rauninni bestu mögulegu skilgreiningu á hvað þekking og var að gaggrina þá greinanda sem komu áður og allt það, en það var punkturinn skilur, kennarinn, af hverju var hann að setja og láta okkur lesa greinina fyrstu vikuna ef hún var ekki rétt það ekkert endilega við vorum í sannleiksleit við vorum að leita að skilgreiningunni og innan heimspekinnar eru bara alls konar skólar sem eru ofta öndur meiði og það bara allir með sín rök þú veist þannig að og það ekki þar með sagt að staðreyndir séu endilega þú veist, mótaðar þetta 1 + 1 er 2 í öllum mögulegum heimum sko. En svo erum við ekkert alltaf að tala staðreyndir sko. Við erum ofta að tala eitthvað sem er flóknara Algjörlega, þá þarf maður að fara í sannleiksleitina Síðan spurningarnar ef maður ættir einungis koma einu skilaboð og framfæra út lífið til annarra einstaklinga, hver eru skilaboðin? Maður það alltaf að gera þetta on the spot sko, þannig að ég kem ekkert með fullkomna svari, ég ætla bara að segja sem að mér liggur liggur framalega í mínum haus núna og í svona mínum ráðleggingu gagnvart í uppeldinu og við börnin og við þá sem leita til mín og þau sem leita til mín, það bara ábyrgð bara lífið er flókið og við erum öll í einhvers konar leit skilur, þannig að bara ef þú tekur ábyrgð á þér og ábyrgð á þér og þínum gjörðum og lifi lífiðinu svolítið þannig þá myndu eiga betra líf heldur en að þú lætur aðra taka ábyrgð fyrir þig eða ætlast til aðri taka ábyrgð fyrir þig eða kemur sökin yfir aðra eða kennir öðrum þannig ég lít svolítið á þetta þannig að ætlar að vera fórnarlamb eða ætlar að taka ábyrgð og ég svaraði þannig taktu ábyrgð út frá þeirri svona grunnnálgun á allt annað sem þú tekur við frendur Ég held sér flott lokaður þannig Það var gaman Greinilega fyrir að gefa þér tíma til að koma og spjalla bara alveg sjálfsagt heiður að fá þig sakna þess að vera með podcast með þig kannski ekki tíma setna kannski ekki tíma setna, you never know en bara ég haldi áfram að vera þessi góða digða manneskja og ertu góða rútínuaröður eins og þú búin að aflæra en nei bara Arnór, takk fyrir að koma og gangi vel og ég hlakka til að bara ferðast með þér í lífinu áfram. Sömuleiðis og kannski eitt að lokum var búið að hrósa þér sem mikið í afmælisræðunum sem ég var í helgina en mér langar bara líka að hrósa þér og hvetja þig áfram til þess að fara áfram á þeirri braut sem vegna þess að þú hefur haft svo ótrúlega jákvæð áhrif á marga sem að ég þekki og ég þekki ekki bara ég veit að skilaboðin eru góð hvetið áfram í þeirri vegferð. Takk innilega Arnór minn. Ég verð hræður að heyra þetta. Takk hérlega. Ég mun klárlega gera mitt allra besta ekki. Mér finnst það svo Geggjað. ótrúlega mikilvægt. Leggur þitt að mörgum til að gera beðið betri stað. Það er